dag erum við að reynsluaka aðeins öðruvísi ökutæki. Ég hef dundrandi traktora dellu og hef haft síðan ég var lítið barn. Og það vill svo skemmtilega til að John Deere hefur alltaf verið uppáhalds traktora tegundi mín. En ég skal taka það fram að ég hef aldrei keyrt John Deere áður. Ég hef í rauninni ekkert keyrt rosalega marga traktora almennt. Seinasti traktor sem ég keyrði var Ferguson 35 sem framleiddur árið 55. Spurningin sem ég ætla að svara í dag: get ég sest upp í þessa flóknu dráttarvél og keyrt hana? Ég veit að það eru alls konar sértrúarsöfnuðir þarna úti sem hafa mismunandi skoðanir á landbúnaði og traktorum og tegundum af traktorum. Þannig að ef þið hafið þörf fyrir það að láta mig heyra það eða segja ég sé vitleysingur eða fáti fyrir það að bendi ekki á hitt eða þetta, þá hvet ég ykkur eindregið til að gera það. Látið mig heyra það í skilaboðum hérna fyrir neðan. Erum við komin upp í ökumannsrými traktorsins og það fyrsta sem við tökum eftir það að við setjum í traktor. Við skulum taka það fram að ég hef fengið grunnkennslu af því hvernig á að keyra þennan traktor, svo ég geti nú allavega sagt ykkur smá frá því hvernig að keyra þennan traktor og hvernig á að nota. En þetta samt í fyrsta skipti þar sem ég sitt einn í traktornum og ég á að reyna að bjarga mér alveg sjálfur. Þannig að fyrsta skrefið það að við ætlum að reyna að starta honum. Ég held að það sé ekki flókið, ég held að það sé bara lykillinn. Næsta skrefið að setja traktorinn í gír og maður setur hann bara í áfram eða aftur á bak eftir því í hvað átt maður ætlar að keyra. Traktorinn með kúplingu en hún eiginlega bara til málamiðlunar. Traktorinn með svokallað stiglausa skiptingu þannig að þú þarf bara að hugsa það að fara áfram eða aftur á bak. Hérna stjórnum við svo í hvaða hraðastillingu við erum. Ef þú ert út á þjóðvegi og þarft að fara hratt á milli túna, þá setur við hérna í héran. Ef þú ert á túni og þarft að fara hægar og nota meira afl í gegnum aflintakið, þá setur við í snílinn. Á þessari stöng hérna sem við skiptum á milli hérans og snílsins finnur svona lítið hjól eða svona swivel knapp eða hvað þið viljið kalla þetta. Og hann notum við til að stilla hraðan sem að traktorinn má ekki fara yfir. Það í rauninni cruise control fyrir traktora. Hérna sjáum við ég búinn að setja max hraða í 20 km á klukkustund. Það þýðir að þegar við förum að keyra hérna út af þjóðvegi að þá fer hann ekki yfir þessa 20 km. Svo erum við með handolíugjöf hérna ef við þurfum að gefa inn eins og á gamla máta. Þetta minnum við svolítið á Ferguson 35. Þá erum við komin að stað. Þetta gat ég alveg sjálfur eftir að hafa fengið smá kennslu en næstu því alveg sjálfur. En eins og þið sjáið, við erum keyrandi. Já! Þetta svokallaður lágnefja traktor. Það þýðir að húddið það hallar aðeins niður svo að það auðveldara að sjá fram fyrir sig, sérstaklega ef maður með ámóstustæki eða gálga að framan. Maður sér strax einhverja 6,5 metra fram fyrir sig, þannig að það auðveldara að sjá niður á rúllugreip eða skóflu eða hvað sem að þú ert að reyna að lyfta með ámóstustækjunum að framan. Hérna sjáum við svo húddið á lágnefja traktor, eins og þið sjáið þá það aflíðandi, þannig að þú getur séð meira niður eftir húddinu. Ef þetta væri ekki lágnefja traktor, þá kæmi það sennilega aðeins meira hérna upp og niður og væri þar af leiðandi ekki jafn hentugur fyrir ámóstustæki. Þessi tiltekni John Deere líka svokallaður short frame traktor eða stutt grinda traktor. Hann sem sagt styrstur á lengdina af öllum 6M John Deere traktorunum sem að þýðir að hann mjög lipur og þess vegna hann líka einkar góður sem ámóstustækja traktor. Snúningsradíusinn á þessum traktor einhverjir 4,35 metrar eða svo sem að þýðir að hann mjög lipur með það í huga að traktorinn fjórhjóla drifinn og þetta hörku traktor í rauninni en lipur engan síður. Hérna á hægri hendi ökumannsins finnum við svona stöng eða joystick og þetta joystick notum við til þess að stjórna ámóstustækjunum upp og niður og til að stjórna rúllugripinni ef við fer til hægri og vinstri. Það gott að blessa þegar kemur að ámóstustækjunum en það sem að mér finnst niður það þessi takki hérna sem að þú notar til að stjórna því hvort að traktorinn fari áfram eða aftur á bak. Og þetta getur traktorinn út af því hann með svokallaða stiglausa skiptingu. Mögulega þykir mörgum vönum dráttarvélaökumönnum þetta kannski ekki merkileg tíðindi. En fyrir einhvern eins og mig sem að nota traktor ekki dagsdaglega að þá vill ég meina það að þetta býður upp á mikla möguleika með nákvæmnisvinnu ef þú ert að nota ámóstustæki.
Jæja, þá komið að því að reyna að nota þessi ámokstustæki eða gálgan. Hvort kallið þið þetta ámokstustæki eða gálga? Ég veit að það mismunandi eftir landshlutum. Minnisveit, þetta kalluð ámokstustæki. Þessi tiltekni John Deere, hann með svokölluðu B-posta húsi og eru þessi hús standard í M-línu John Deere. Það einstaklega gott skyggni, eða maður sér einstaklega vel út úr þessum húsum. Og það sem einstaklega gott við þetta hús eða þennan traktor það að hann kemur með topplúi. Það þýðir, ef þú ætlar að lyfta ámokstustækjunum hátt og þarft að sjá mikið upp fyrir þig, þá getur þú séð það hérna út úr topplúinni. Og þarf maður ekki að taka þennan hérna, séðu til. Heyrðu, hvar erum við? Lausum við það. Jæja, þá komið að því að reyna að nota þessi ámokstustæki og rullugreip. Það þýðir það, við þurfum að nota þetta joystick ansi vel og ég ætla að sjá til hvort að ég eigi einhvern sensi að finna út úr því að ná í svona rullubakka, taka af kerru og setja á kerruna aftur, eitthvað svoleiðis. Ég gerði náttúrulega ein mistök strax, algjör byrjandi mistök. Af einhverjum ástæðum þá byrjaði ég á miðju rulli. Ekki góð hugmynd. Reynum þetta aftur, förum tilbaka og tekum annarkvort rulluna sem hægra megin eða vinstra megin. Það var nú gott að vera með vendigýrin hérna í þumlinum. XM 125 vélin kemur með ykkur 125 hestaflum. En ef að þig vantar smá meiri kraft þá getur vélin bústað sig upp í 145 hestaflum. Vélin ákvarðar hins vegar sjálf hvort hún þurfi á þessum hestaflum að halda. Til dæmis ef að þú ætlar að keyra 50 km hraða út af vegi, þá að gera að nota öll 150 hestaflin. Það er mjög áhugavert og ég náttúrulega alltaf vanur því að reynslu að aka bílum og hvernig þeir eru í stýrinu og hvernig þeir eru í fjöðrunni. Þannig að ég held við ættum að reynsluaka þessum traktor svolítið svipað. Hvernig hann í stýrinu? Já, hann lipur. Þetta er traktor. Þannig að hann beygir eins og hann þarf að beygja. Fjöðrunin höst á mælikvarða bíls. En við erum ekki á bíl. Þetta er traktor. Gálgin eða ámokstustækjana framan, þau koma með gálgafjöðrun eða ámokstustækjafjöðrun svo hann verði ekki jafn hastur þegar maður að keyra með þessu flikki sem að framan á traktornum sem að hefur þau áhrif að hann ekki jafn mjúkur og hann væri án þeirra. Og svo eru John Deere einn af fáum traktoraframleiðendum sem að segja að þú getur verið með ámokstustækjafjöðrunina á ef þú ert að nota ámokstustækin. Stundum vilja menn sem að nota ámokstustækin taka fjöðruna af þegar þú ert að nota ámokstustækin því annars verður hann svona of mjúkur og of svona þegar maður að nota þau. En á John Deere þá getur þú sloppið með það að hafa ámokstustækjafjöðruna á. Þannig að þetta er sennilega mjög vel heppnuð ámokstustækjafjöðrun. Það er alveg merkilega þægilegt að keyra í þessum traktor. Sætið kemur á svona loftpúða fjöðrun og dregur úr öllum hossum og dyngjum og dóti sem að undirlagið er ekki að vinna með traktornum. Þegar þú kemur úr þessum traktor eftir langan dag út á túni að það mun ekki blæða úr eyrunum á þér. Ég heyri í rauninni ekkert meira úr vélinni á þessum traktor en ég heyri úr vélinni á bílnum mínum. Það er virkilega hljótt og gott og þægilegt að vera hérna. Þú getur talað í símann án nokkra vandræða, þú getur hlustað á útvarpið og allt heyrist vel. Þá komið að því að tengja kerruna. Það er eitthvað sem allir kallmenn þurfa að kunna, það er að geta bakkað og tengt kerru með lyftikrók. Þessi traktor með lyftikrók og hann útlengjanlegur, eða það er að lengja hann út svo þessi auðveldara að grípa kerruna og lyfta. Mér er sagt að þetta sé einfalt, þetta sé tveggja handa verk og það er búið að sýna mér þetta einu sinni. Þetta sjá hvort ég muni hvernig á að gera þetta. Sem sagt, íta á úttakkan hér. Þetta var fyrsta skipti, fyrsta tilraun, þetta gekk. Aha! Sko strákin, skulum við keyra þessa rullur heim. Það keyra sig ekki sjálfar heim, svo mikið þið víst. Þannig að hægra
megin við ökumanninn alveg fullt af tökkum og við fyrstu sýn þá líta þeir út fyrir að vera frekar skeri. Maður myndi halda að það sé engin leið að finna út úr því hvað allir þessi takkar gera. En í rauninni þetta mjög einfalt. Til dæmis að þá þetta bara miðstöðvarstillingar hérna. Hérna getur þú valið hvort þú fáir blástur í andlitið eða á fæturnar eða hvort þú viljið bara defrosta rúðuna. Hérna stillir þú hraðan á blæstrinum og hérna stillir þú hitann. Þegar þú smellir þennan takka hérna, þá ákvarðar traktorinn það sjálfur hvenær og hvenær ekki hann á að vera fjórhjóladrifi. Ef þú smellir þennan takka hérna, þá hann bara síhjóladrifinn eða alltaf í fjórhjóladrifi. Hérna getur þú svo læst diffum að aftan og framan. Þessi takki hérna, þetta hengilásatakkin, hann mjög mikilvægur. Það vita allir hvað hann gerir ráð fyrir. Hérna svo ljósa minnistakkar. Hérna getur þú stillt hvaða ljós þú ert með á hverju sinni og ert með einhver uppáhaldsstillingu. Til dæmis þú myndir seifa öll ljósin á þakinu og getur þú seifa það sem 1 ef þú vilt bara hafa framljósin á húdinu og getur þú seifa það sem 2. Svo hérna maður með takka til að stjórna öllu sem í afþreyingakerfinu eða mælaborðinu eða hvað sem þið viljið kalla svona kerfi í traktor. En hérna velur maður hvað maður vill fara í og ef maður finnur rétta staðinn þá ítur maður bara OK eða vill fara tilbaka þá ítur maður tilbaka. Svo í þessum traktor maður með þrívirkar vökvasneiðar og eru þær litakóðaðar, græn, blá eða svona hvít, svört. Svo hérna niðri finnum maður 3 hraða aflúrtak. Svo erum við líka með 2 USB-C tengi, 1 USB-tengi og 1 AUX-tengi ef við viljum tengja síman okkar beint við snúru. Og svo sjáum við að öll stjórntækin hérna hægra megin, þau eru föst við stólinn, þannig að þú ert þannig ökumaður sem vill geta snúið sætinu frá hægri til vinstri, að þá færist þetta allt saman með einkar hentugt. Ekki eins og ég sem vill hafa þetta læst og bara fast á sínum stað, en við erum mismunandi og vinnum þannig. Svo í þessum traktor líka sæti fyrir farþega. Ég hefði verið mjög hrifinn af þessu þegar ég var barn út eða ég eyddi megin þorra fyrstu 6 ára lífs míns í svona traktor á svona sæti. Þannig að þetta einstaklega vel séð. Svo einnig kælibox hérna að þú vilt kæla drykk á heitum sumardegi út á túni ef þú ert að slá. Hægt að opna klukkana út af við til að fá loftið hérna beint inn. Eins hérna megin líka. Þetta hægt að opna. Svo kemur þessi tiltekni traktor líka með tengibúnað að framan sem mjög hentugt ef þú ert með 2 sláttuvélar og ert að slá með einni sláttuvél að framan og annar að aftan. Þið munið áðan að ég talaði það að traktorinn með 3 vökvasneiðar og ég talaði líka það að takkanir eru litamerktir. Þannig að þið vitið að vökvasneið 1 græn, þar af leiðandi veistu að það þessi hérna. Vökvasneið 2 blá og þá veit maður jú, það þessi hérna. Stjórntakkar hérna utan á brettinu ef þú vilt geta stjórnað beislinu án þess að fara inn í traktor. Kann ekki á það alveg og ætla ekki að læra það núna, en við munum sennilega læra betur á þetta í sumar. Þessi tiltekni John Deere, hann kemur með 623R ámúsastækjanum og koma þessi tiltekni tæki með ljósum sem einkar hentugt ef maður að hlaða inn í einhverja dimma hlöðu og við búum á Íslandi og þar myrkur megin þorra ársins. Mjög hentugt að hafa ljós á ámúsastækjanum.